Já, þá réttur settur hjá okkur hér á samstöðinni eins og við köllum það. Það væri nú nær að líta til þess sem að fara að gerast hér sem einhver svona lagahorns og siðferðisleg álitamál stundum hérna í tengslu við skyldur og hlutverk fjölmiðla eru stundum til umræðu og ég held að það verði nú hjá okkur núna. Hann kominn til mín, hann Gísli Tryggvason, lögmaður. Vertu velkominn, Gísli. Takk. Sko, svona í mínum vinahópi þá kannski akkurat þennan daginn helstar vangaveltur hvað varðar hana Margréti Löf, ungu konuna í Garðabæ og fólk að spyrja sig hvort viðtal sem Þóra Tómasdóttir tók við hana og var spilað í gær og líka komið inn á þetta í Kastljósi Ríkisútvarpsins hvort það ætti rétt á sér, hvort þetta væru góð skilaboð að upp á fælingaráhrif, forvarnaáhrif að hérna leyfa þessari ungu konu sem verður föður sínum að bana eftir áralangt ofbeldi að ræða drauma sína og óskir og líf sitt. Það kom fram í Kastljósinu í gær að siðareglur fréttamanna Ríkisútvarpsins meina þeim að taka viðtöl við dæmda sakamenn brotin sjálf sem framin hafa verið. En hérna þetta viðtal sem sagt þá ekki það, heldur bara hvernig hún sér framtíðina fyrir sér. Já, blaðamenn sem og aðrir hafa spurt svona spurninga þetta allt saman, hvort við erum að ganga inn í eitthvað nýja tíma. Hvar eigum við að byrja? Erum við að sigla inn í einhvern sensationalism að bara alltaf að fá viðbrögð frá öllum ef við vitum að það verður mikið lesið, það verður mikið hlustað á, mikið hort á. Eru einhver svona siðferðisleg álitaefni í tengslu við þetta sem við erum að varpa fyrir róða eða eru við bara að svara kalli nýrra tíma eða hvernig horfir þetta við þér? Já, þetta eru margar og spennandi spurningar. Ég nú eldgamall blaðamaður þannig séð en vissi nú ekki þessari siðareglu RÚV að ekki megi fjalla glæpinn í samtölum við dæmda menn, dæmt fólk. En já, eftir að hlusta á allan vítarhingsþáttinn hennar Þóru, ég heyrði einmitt viðtalið ég heyrði umfjöllun Kastljós í gærkvöldi þetta og margt sem vaknar auðvitað hefði maður kannski haldið að RÚV væri frekar á bremsunni eða íhaldsamt í því sem kallar sensasjónalismi en síðan það þá eftir að dæma þetta í Landsrétti. Já. Það búið áfrýja þessu þannig að hvort á að fjalla þetta og hvenær og hvernig álitamálið. Það þarna að tala við verjenda og ýmsa sem voru vitni að ofbeldi. Og síðan vikið að því hvort að kerfið hafi stutt nógu vel við það, en það nú komið fram allavega í því sem ég hef heyrt að þessi fjölskylda hafi sótt mjög aðstóð frá sérfræðingum í mörg ár. Og þá finnst manni svona erfitt að meta hvað af þessu á erindi við almenning svona skömmu síðar og hvað af þessu einkamál. Ég hreinlega í vafa. Það sem ég velti líka fyrir mér það er það sem hún segir í þessu viðtali, hún Margrét, að hún talar bara framtíð sína sem mjög bjarta og drauma og hvað hann ætlar að verða og hún virðist í algjöru afneitun gagnvart því sem að hefur gerst og ég svona að því maður alltaf veltaði fyrir sér hve miklu leyti umfjöllun fjölmiðla sendir skilaboð hvað í lagi og hvað ekki í lagi. Þá ég veltaði fyrir mér hvort við getum borið saman strang heiðarlegan vinnulúin einstakling sem aldrei fremur eitt einasta afbrot og með skítalaun og stenst alltaf freistnivandan að stela sér tyggjopakka í bónus þótt hann langi í hann og
og svo annars vegar þessar aðstæður, forríka dóttur hjóna, banar föðurnum, beitir móðurinn einni ofbeldi, þetta stendur yfir í mörg ár og núna verið að bara útvarpa hennar draumum og maður fyrir að hugsa, já, hún kannski situr svo bara eitthvað stutt inni og kemur aftur út og hérna, þá fyrir ég að velta fyrir mér fælingar, sem sagt, hérna, áhrifum réttarkerfisins okkar, glæpur og refsing, til hvers erum við með refsingar, af hverju erum við með þyngri refsingar þegar alvarleg brot eru framinn og svo framvegis. Já, ég finn á viðkynni, ég sé ekki alveg þennan stéttavinkil á þessu máli, sko. Það eru þetta fínt að fjölmiðlar tali við fátæka verkamannin sem að heldur sig á stíg réttlætisins, en ég sé ekki svona einhvern elitisma í umfjöllunum þetta. Það er umdeililegt hvort á að fjallum þetta og hvernig og hvenar, eins og ég sagði, en mér finnst ekki eigi að draga stéttavinkilinn í þetta. Það er alveg þekkt að menn, jável á þessu litla landi okkar, það sem að lengi vel var nú framið bara 1 morð á ári, en það eru mun fleiri orði núna, að þar hafa menn sem að hafa orðið fólki að bana, jável ásetningsmorð, að þeir hafa seinna komið inn út í þjóðfélagið og jável praktíserað. Ég meina, ég þekki 2 dæmi menn sem hafa praktíserað lög á einhvern hátt. Annar var, allavega voru þeir starfandi sér lögfræðingar. Ég man ekki hvort að hvorugur þeirra fékk nú lögmannsréttindi aftur líklega, en það er allavega 2 lögfræðingar sem að myrtu mann sem að fóru aftur að starfa og þannig að okkar þjóðfélag byggir væntanlega á því að þegar menn hafa afplánað refsingu fyrir glæp, að þá séu þeir komnir aftur inn í þjóðfélagið, en auðvitað með ákveðnu stimpli í hugum sumra. Við viljum ekki væntanlega hafa þetta eins og var í Vesalingunum. Þar var maður sem að stal brauði, fátækur maður, og síðan var framlengd refsingin af því að hann reyndi að flýja, og svo þurfti hann að skipta nafn og leynast til þess að ná aftur til vegs og virðingar og var borgarstjóri, en síðan uppgötaðist hann að lokum. En það sem hann gerði var að neita að bera þennan stimpil í vegabréfinu sem að annars dæmdir menn átt að gera, og hann komst ekki undan því nema með því að leynast frá réttvísinu, og það var einhvers konar afbrot sjálfur. Ég að tala Jean Valjean í Vesalingunum, og ég nú ekki sérstaklega góður í réttarheimspeki, en hérna, ég held að þetta sé hugsun að fólk eigi afturkvæmt, en það er kannski svolítið snemmt að byrja að tala framtíðina strax þegar maður er nýdæmdur, sko. Já, sko, ég hef kannski ekki komið máli mínu nóg skýrt frá mér. Ég er ekki beint með stéttavinkil í huga. Nei. Ég er meira bara að svona velta fyrir mér þeirri umbun sem felst í því að fremja ekki glæpi, að hérna, brjóta ekki á öðrum, að sko í þessum kaotíska heimi sem við lifum, og það er mikið talað um áhrif internetsins og áhrif myndmiðla og svona, þá kann að vera að einhverjir sem eru svona veikir standa höllum fæti, að sko þeir geti svona velt fyrir sér þegar horfa á þetta viðtal. Ég sé nú ekki þessi upphafning hérna hennar sem persónu, en það getur vel verið að það geti kviknað alls konar svona í hugum sem eru veikir fyrir einhvers konar aukin brengluð hugrenningatengsl, og ég held að fjölmiðlar sé á öllum tíma alltaf aðeins eitthvað að velta fyrir sér sko erindi blaðamennskunar, af hverju er ég að taka þetta viðtal, hvaða tilgang hefur það, hver hefur verið áhrifin. Allavega mjög margir blaðamenn, þeir velta fyrir sér einhvers konar samfélagslegum áhrifum, þótt aðrir segir bara nei, við höfum bara að bara tala við alla og fá alla raddir upp á borðið, og svo bara velur almenningur sjálfur úr hvað hentar fólki. En það var meira þess vegna sko, ég tók þetta sem svona andstæðu
fátækan verkamann sem aldrei brýtur neitt á sér og fær þær upplýsingar úr fjölmiðlum sem á annar staðar að það borgi sig, það sé besta leiðin til þess að lifa lífinu. En svo sjáum við svona ungan, bara glæsilegan einstakling bana foreldri sínu og talar bara drauma korteri eftir að dómur hefur fallið. Mér finnst þetta eitthvað skrítið. Já, en það var nú komið inn á það allavega í Kastljósviðtalinu sko, þó að það sé nú ekki sjúkdómsgreining eða fötlunagreining að sko að viðkomandi einstaklingur sem að dæmd var fyrir þetta brot glímdi við einhverja raskanir sko. Já. Svo ég fari nú ekki nákvæmur út í það. En ekki dögu þær til þess að meta hana ósakhæfa? Nei, og það nú meðal að því að samkvæmt íslensku lögum allavega, þá þarf svolítið mikið til. Meira enn í nágrannaríkjunum? Ég veit ekki alveg, ég held að sé nú svipað kannski og í Skandinavíu en ég þekki ekki nógu vel sko réttakerfið í fjarlægari löndum en það iðulega, svo ég segi nú ekki oft, það iðulega sem að sko einhver maður, brotamaður sem á við einhverja geðrana örðuleika stríða og jafnvel talinn ósakhæfur af læknum eða á mörkum sakhæfis, hann talinn sakhæfur af dómstólum sem hafa síðast orðið. Þannig að þetta svona eitt af því sem að lögfræðingar groppa sér stundum af, að það þeir sem eiga síðasta orðið ósakhæfi en ekki læknarnir. Svona næstu eins og stéttarígur. En hvað með það? Þá matið mjög strangt. Það að segja að maður þarf að vera alveg vitið sínu fjær til þess að vera talinn ósakhæfur á verknaðar stundu eða almennt auðvitað. Já. Ég tek það líka fram sko að ég hef ekki myndað með skoðun á þessari blaðamennsku. Hún ögrandi, mér er svona sumpart ný, ég sammálaður með það að kemur hana óvart að heyra það að siðareglur blaðamanna RÚV eru þannig að þeir mig ekki, hún mátti ekki ræða glæpinn við Margréti, hún Þóra Tómasdóttir, en hún mátti ræða allt annað. Ég sagði þér áður en við fórum í loftið að sjálfur hef ég tekið viðtöl sem hafa vakið sláandi athygli við sakamann sem var eiginlega bara nýbúinn að bana stjúpforeldri sínu glæpinn og þá var ekkert í siðareglum þess fjölmiðil sem ég starfaði fyrir sem að bannaði það. En það sem gott við þessa blaðamennsku að hún spyr nýrra spurninga og ég hef ekki mótað mér afstöðu. Ég hef boðið Þóru að koma hingað á rauðaborðinu og ræða þetta meðal annars sem ég ræða við þig hvort það einhver skilaboð, hvort það einhver hreyfing á viðmiðum og svo framvegis. En já, við kannski komumst þá ekki mikið lengra en að bara finna svona sumt í þessu orka tvímælis á þess að við séum reiðubúnir til þess að dæma af við á. Já, allir maður verið ekki aðeins að melta það, já. Já, einmitt. Þú nefndir áðan að sko RÚV var alltaf mjög gamaldags og hlutlaust og var ekki mikið að skúbba eða taka sensa. Ástulofumálið dæmi mál þar sem að RÚV alveg akkurat í hina áttina og það eru svona breytingar á fréttastofunni núna, það eru taktar sem að sáust ekki áður fyrr og þessi varfærniskrafa að láta einkamiðlana svona hið persónulega meira og eitthvað svoleiðis, hún virðist að hafa vikið. Já, og svo náttúrulega finnst mér RÚV hafa staðið sér einstaklega vel undanfari misseri í sko rannsóknar blaðamennsku. Bæði þættirnir hans Inga Freys Vilhjálmssonar á mörgum sviðum og kveikstættirnir sem að Helgi Seljan og fleiri koma að með Bakkakottsmálið og alls konar mál sem grassir í þjóðfélaginu. Þannig RÚV með réttu finnst mér að beita sínum fjárhags og stofnana styrk til þess að krafast fyrir mál sem að margar stofnanir samfélagsins, þar á meðal stórar eða virtar eða gamla ríkistofnanir hafa algjörlega brugðist. Þannig að það er verið að tala sko barnaverndarkerfið og réttarkerfið, þarna RÚV bara virkilega rísundir nafni finnst mér. Já, kannski bara kallar það á nýja nálgun og nýtt hlutverk RÚV að það hefur náttúrulega orðið veiking í einkamiðla umhverfinu, þessar stóru fjölmennu ritstjórnir sem áður voru
allmargar, þær eru náttúrulega farnar, við erum bara með 2 eftir, önnur hjá Sýn og hinn hjá Morgunblaðinu og Morgunblaðið hefur náttúrulega undirliggjandi hlut starfsmanna þar náttúrulega með ákveðið erindi og þeir eru undir eigendavaldi og þannig að það getur vel verið að þetta sé einhvers konar bara ansvar við því og ég er sammálaður með það er mjög gott, mjög margt gott í gangi hjá RÚV en þetta er nýtt RÚV og þess vegna er svona áhugavert að fjalla þess það. Já og líka í snjóflóðamálunum eða þú veist bara mjög mörgum málum, bæði gömlum og nýjum þar sem að sko kerfið hefur algjörlega brugðist, jafnvel áratugum saman og jafnvel á mörgum vígstöðum að skilu til með sig ekki í snjóflóðamálunum sko, akkur, hvað var það, Súðavík og Flateyri sko, þetta gerist með svo stuttu millibili að menn læri ekkert, hvorki af skamvinri sögu eða nýlegri sögu, nýja gamalli. Ég meina, ég skil svo sem að það hafi orðið eitthvað rof í stofnana minni þjóðarinnar sko þegar menn setja bæi á staði eins og Grindavík og Súðavík og Flateyri það kannski bara vantar eitthvað í annálana örflóð eða snjóflóð eða jarðskjálfta eða eldgos en síðan þegar vísindin og sagan kemur til að menn skuli ekki vera fyrir á ferðinni og svo bara núna Seyðisfjörður það var öskriða þar og 74 þar varð mikið snjóflóð á Neskaupstað ég skil að menn sko láti jarðskjálfta koma sér óvart Dalvíkurskjálftan 34 ég gerir ráð fyrir að það hafi komið mjög óvart en margt af hinu finnst mér að hefði ekki átt að koma óvart og þá finnst mér gott að RÚV grafi í þetta og geri betur en mjög margir Eitt að lokum þetta að ég sé það á tilteknum síðum á félagsmiðlum hjá fólki að sumir vilja meina að ef viðleitni Þóru að einhver leyti svo að þetta sé kerfinu að kenna en ekki bara henni sem einstaklingi að þá hefur fólk svona spurt líka spurninga ef þetta hefði verið karlmaður á sama aldri og þessi hefði verið sami vilji til dagskrárgerðar það hefur komið svona upp þessi kynjanúningur, við vorum með ansi gott spjall í gær við Einar Steingrímsson sem starffræðing sem að Marja Lilja tók við hann mikilvægi skoðanaskiptana samræðunar og hvort það eru svona verðastundum of helg og heilög við í eina áttum fram aðra en þetta er allt saman bara umræðupunktar vangaveltur og við skulum segja. Já, ég hlakka til að hlusta á það en Einar Steingrímsson er hvað sé þekktur andfeministi og gamall vinur minn og ég hlakka til að heyra hann rökstiða þetta en í því sambandi má nefna að það hefur oft verið sá grunur allavega í íslenskri lögfræði eða dómaframkvæmd að konur fá nánast sjálfkrafa vægari dóma í manndrápsmálum en karlar og þó að Margrét Löf hafi fengið 16 ára dóm þarna þá hefði karlmaður kannski fengið harðari dóm en það er nánast alveg automatist að karl fær 16 ár bara akkurat takið ef það er ekki sérstök atriði sem að auka refsinguna en kona fær gjarnan 14 ár fyrir svipabrót og það er ef ekki kynjavingill þá er það kannski stundum að því að konan hefur verið í veikari stöðu en það var þessi kona nú sennilega ekki. Kann þá líka vera að við frá okkar gagnvart konu sem fremur alvarlegan glæp séu ívið jákvæðari en þegar karl fremur alvarlegan glæp? Já, það er einhver forsaga, eitt þekkt dæmi sem ég man eftir í sko lagadeildinu var kona sem að lagði eld að manni sínum sem hafði verið mjög held ég drikkföldur og vondur við hana en bara það að hún hafði snúið við og svona eitthvað sýnt einhver eftir sjá því að maðurinn var sennilega löngu brunninn sko að það olli því að hún fekk held ég vægari dóm 14 ári í staðan fyrir 16 sko en þetta er ég hræddur að sé hafi verið allavega það var einhver kynjavingill á manndrápsmálum hér Svo því sér til haga haldi þá var Einar Steingrímsson ekkert að koma inn á þetta Margrétar Löfmál í gær heldur þau voru að ræða allt annað hann og Marja Lilja en það er hins vegar það kom fram sláandi tölfræði í hans máli í gær hann var að líta til manndrápa í nánum samböndum núna undangengin ár
og ef það rétt sem að sagði þá eru konur 40% gerenda. Já. Þetta hafa verið sko, það börn hafa verið svipt lífi og svona þannig að kannski veröldin eitthvað að breytast. Já. Og ekki endilega til hins betra. En við skulum fara úr þessu Gísli yfir í upp á Bifröst. Samt eiginlega getur maður ekki sagt upp á Bifröst vegna það búið að taka skólan frá Bifröst. Já, og það var nú áhugavert þó það sé ekki lagalegt, þá var þetta áhugavert skoðanaskipti milli Magnúsar Skjöld og Runólfs Ágússonar og Ólínu Þorvardóttur sko hvað var og hvað hefði geta orðið og hvað verður sko. Já. Að því að auðvitað sér maður það í hendi sér þegar maður hefur bara komið einu sinni á Bifröst að þetta frábært umhverfi til þess að fara úr skarkala heimsins og læra eitthvað nýtt. Já. Það væri óskandi að það væri nýtt ef að húsin ekki öll mikluð, bæði gömul og ný eins og einhver sagði. Heldur að pabbinn skólamestari til langs tíma við Menntaskólann á Akureyri, heldur að hann hefði kvittað undir að þetta væri Menntaskólann á Akureyri ef við hefðum bara öll verið á internetinu út Það má spyrja því sko, en hann talaði nú stundum að þetta væri að saga hins norrlenska skóla væri sko 1000 ár. Það var nú þetta að fara alveg yfir í Hólaskóla og gott ef hún tókst ekki að gera skólan eldri en lærðaskólan í Reykjavík. Það var nú kannski bónus. Við höfum heyrt það sem að fylgdust með málalokun í þessari deilu sem enda með því að rektor segir af sér í beinni útsendingu einmitt í Kastljósar RÚV til marks góða tíma hjá RÚV núna. Að við höfum heyrt að ángi málsins sé langt aftur í tíman meðal annars tengt þessu sem við erum að ræða en hvað finnst þér þessi mállokk? Er þetta góð mállokk? Ég held að það hafi nú kannski verið óumflýjanleg þó að þetta, ég skilji eiginlega ekki hvernig þetta mæta fólk kom sér í þessi vandræði. Þetta nú mjög klárt velmentað og reynt fólk sko, margir og annað hver maður í atburðaráðinu er nú doktor sem ég finnst nú alltaf kostur þegar menn eru prófessorar eða rektorar. En ég undraðist mjög þegar þetta mál var komið svona fyrir síðanemnda án nokkurs að þér virtist andmælaréttur og eitthvað sem er bara kennt á fyrsta ári í lögfræði sko. Stundum finnst mér eins og stjórnendur og ýmsir sem koma að mannauðsmálum eins og sálfræðingar þyrftu bara að taka 1 kurs eða 2 í lögfræði til þess að fatta að það nú kannski einhverja málsmeðferð fyrir utan þeirra merkilega fag, hvort sem það er sálfræði eða eitthvað annað, að ég undrast þetta og ég man að fólki í kringum mig, margir í fjölskyldu minni hafa eins og ég búið í Danmörku og lært þar einhver vísindi, til dæmis verkfræði og félagsráðgjöf. Já. Og þar lærðu allir smá lögfræði og ég sagði stundum, ég vildi að ég væri eins góður í verkfræði eða viðskiptafræði eða félagsráðgjöf eins og þetta fólk lærði grundvallaratriði í lögfræði. Og það er auðvitað gott fyrir þetta fólk að kunna eitthvað smá, vera generalisti í þessu og vita til dæmis hvenær maður á að sækja sér lögfræðiráðgjöf. Þegar það er til dæmis líf eða starfsferill manns undir, þá verður maður auðvitað að fara rétt að. Og ég nefndi það einhvern veginn í vetur, nýfallin dóm í Hæstarétti Danmerkur, þar sem að lögmaður reyndar klár lögmaður og velmenntaður í því klikkaði á þessu og bara dæmdi mál á algjörlega ófullnægjandi grunni, einhverju svona mannauðsmáli og eyðilagði starfsferil manns og svona eru sálfræðingar ofta að gera og ef að rektor er að gera svona með því að fara of skart fram og byggja á einhverju gervigreind og einhverju svona líkum, þá er ég bara svolítið hissa. Þannig ég var hálffegin þegar þessu lauk og vonandi bjargast bara þessi merkilegi skóli sem að auðvitað byrjaði ekki á Bifröst, ég held að hann hafi byrjað bara hérna einhvers staðar í Kvosinni sem samvinnuskóli Jónasar frá Hriflu, er það ekki rétt? Já, ég þekki ekki þá sögu. Kannski það hafi verið þannig. Þannig að hann var ekki bundinn við stað alla tíð. En það hafa heyrst raddir starfsmanna Háskólans á Akureyri
þeir veltaði fyrir sér hvenar héraðsháskóli sé héraðsháskóli og það mætti svo sem strangt tekið, þá mætti færa þessa starfsemi úr þessum skóla sem orðin tómar af fólki til sennilega annara skóla hér á höfuðborgarsvæðinu af því að það ekki lengur svona eitthvað. Já, þá ætti nú frekar að færa hann undir Háskólann Akureyri til ég. Það fullreynt það ekki billig allavega með það? Já, það fullreynt að menn vilji það kannski, en kannski þarf kannski að ákveða það með einhverjum öðrum hætti, en Já. Ég veit það ekki, ég vona að þessi eining lifi af, en þess að hún stórmerkileg, en hvort hún sjálfstæð eða minna sjálfstæð veit ég ekki. Nei. En áhugavert þetta sem þú segir með að örlítil athugun, hún getur stundum komið upp fyrir stórslys. Já. Eigum við aðeins að ræða hlutskipti annars rektors Háskóla Íslands sem mátti sæta vantrausti frá hluta nemenda vegna þess að skrásetningar gjöld voru hækkuð skólan. Verið að spila út því útspili fullt djarflega við aðstæður sem þessar, eða þetta bara heilbrigt í stúdentapólitík? Ég veit það ekki sko, þetta heilbrigt í stúdentapólitík að stúdentar standi fast á rétti síns fólks, en vaka þetta hægri hreyfingin í háskólanum og rektor Háskóla Íslands Silja Bára Ómarsdóttir þetta vinstrimanneskja, hún var í VG. Já. Þannig að það gæti verið einhver flokks eða pólitískur bragur á þessu. Pólitísk fyrirsátt. Já, en ég veit ekki hvernig Röskva eða minnihluti stúdentráðs greiddi þá atkvæði í þessu, en skrásetningargjöld þetta gamalt deilumál og það veit svo til að ég var bara á öðru ári í lagadeildinni þá lét ég reyna á þetta hjá fyrst háskólaráði og svo umboðsmann Alþingis og vann það mál, þannig að það þurfti að setja sérlög skólagjöld og grundvallarreglan svo að það má ekki með stjórnsýslu ákvörðun hækka skólagjöld umfram það sem skrásetningargjöld umfram það sem skrásetningin kostar. Þannig að sú skattlagning sem stundum felst í þjónustugjöldum, hún þarf að vera ákveðin allavega ef ekki með lögum þá í samræmi við lög og þá þætti sem að má tilgreina. Þannig að þetta það núna? Já, það bara almenn regla, en ég hreinlega veit ekki hver skólagjöldin eru í dag og hvernig þau eru ákveðin, en væntanlega það eitthvað sem að rektor hefur ákveðið sem að stúdentar eru að andmæla. Já, mitt. Maður heyrir að fólk skiptir svolítið í tvö horn sko, hvort þetta, ef við ætlum að lýsa vantrausti á rektor þá þurfum við eitthvað stærra en þetta, en annars séu við alltaf gargandi og góðlendi út í loftið, út af litlu. Já, hitt málið hófst nú einmitt með óvæntri vantrausti yfirlýsingu akademískra starfsmanna gegn þáverandi rektor. Já. Og inn í það spilast umræða hvort fé hafi horfið úr vössum þeirra sem áður fengu og svona. Já. Þannig að þetta flókið. En ég veit að þú ert á síðasta snúningi með tímagísli, ef við tökum kannski síðustu 2-3 mínúturnar aðeins í leiðenda tímamót. Það eru 4 ár í dag frá því að Putin réðst inn í Úkraínu. Já. Og hefur svona hvorki gengin í rekið nokkuð lengi og maður undrar svolítið að alþjóða umhverfið sé ekki betri vopnum búið til þess að höggva á þessa hnúta en reyndin hefur verið. Hvers vegna það og hvað það sem bregst? Ég held að það hafi kannski verið það sem að þú myndist á áðan, varnaðaráhrifin sko. Ef að fyrst að Putin komst upp með það 2014 að taka Krímskaga með tiltölulega litlum blóðsútellingum eða ekki svona almennu stríði, heldur bara svona einhverjum infiltrasjónum og einhverjum hermönum á stangli, minni mig, að það voru litlar refsiaðgerðir og síðbúnar, að þá kannski hélt hann eins og bara Hitler á sínu tíma að hann kæmist upp með meira og ofbeldismenn þurfa auðvitað bara að fá skýrt svar og hart svar að þeir eigi ekki að hegða sér svona og það held ég sé nú kannski ein ástæðan. Nú svo kunna vera aðra ástæður sem að
svo kallar realistar eins og Ólafur Ragnar og ýmsir Mearsheimer hafa haldið fram í nokkur ára að það að hinn vestræni heimur eða NATO eða Bandaríkjaforseti á sínum tíma hafi lofað eða gefið í skyn að NATO færi ekki austar, að það hafi verið svikið og þess vegna sé Pútín að bregðast við, af því að Pútín auðvitað trúir því ekki sem að NATO hefur alltaf haldið fram að NATO sé bara varnarbandalag, og NATO hefur því miður stundum verið eitthvað annað en varnarbandalag, bæði í Líbíu og Júgóslavíu. Þó ég sé nú engin sérfræðingur í þessu, þá held ég að þetta séu nú ástæðunar, en lagalega séð held ég að kannski ástæðan sé meðal annars sú sem að þjóðréttarfræðingar hafa stundum bent á, að ríki heimsins, hvað sem þau eru, 200 talsins eða eitthvað, þau hafa ekki ákveðið að framselja ríkisvald eða framkvæmdavald til sameiginlegra stofnana nema í mjög litlu mæli. Það er eiginlega bara öryggisráð Sameinuðu þjóðanna sem fer með einhvers konar framkvæmdavald eða ákvörðunarvald og þá með því að setja einhverja háttsetta menn í vondum ríkjum á einhverja bannlista og þá eru ríkin skuldbundin til að fylgja því eftir og setja það á bannlista, þannig að þeir megi ekki fara í luxusfrí til Kýpur eða Íslands. En annars voðalega lítið hægt að gera. Ég meina það er alltaf annarkvort Kína eða Rússland eða Bandaríkin, ef ekki Frakkland eða England, sem beita neitunarvaldi sem þessar 5 þjóðir hafa í öryggisráðinu. Þannig að ég veit ekki hvort það er að sakast við Sameinuðu þjóðirnar, það er frekar að sakast bara við þau ríki sem hafa ákveðið að hafa þetta svona, og það eru eiginlega öll stóru ríkin. Svo spyrir maður sig hvort það væri ekki allt önnur staðu upp ef Evrópuríkin væri ekki enn að kaupa gas og olíu af Rússum. Jú, og það má líka nefna það að svona maður sem ég myndi nú segja að væri hálfgerður landráðamaður, Gerhard Schröder, fyrrverandi kanslari Þýskalands, sem var kanslari í kringum aldamótin, hann gengur eiginlega bara í þjónustu, eins og kallað er revolving door, þegar menn fara beint úr ráðherrastólum í einhverju hagsmunasamtök. Hann gengur eiginlega beint úr stjórnarráðinu þar yfir í þjónustu Pútíns og gerir stjórnarformaður í Gazprom eða einhverju slíku og styður útþenslustefnu eða tengingarstefnu Rússa og Þjóðverja. Þannig að Þjóðverjar urðu mun háðari Rússum, líka því að þeir hættu svipaleiti eftir kjarnorkuslysið í Japan. Þá hætti Merkel bara allt í einu með kjarnorku. Og þá náttúrulega vantaði heilmikla orku og þá þurfti meiri rússneska olíu og gas. Þannig að það eru margar svona sögulegar, pólitískar, efnahagslegar og spillingar tengdar ástæði fyrir þessu. Skömmu eftir innrásina fór ég sem blaðamaður Fréttablaðsins til Varsjár og að landamærum Úkraínu og Póllands, og eitt af því sem ég gerði var að taka viðtal við aðstoðar utanríkisráðherra Póllands. Ég gleymi aldrei svari hans við fyrstu spurningunum minni, það var Rússland er ekkert annað en menningarsnauð risastór bensínstöð. Já. En Gísli, kæra þakkir fyrir komuna og við vonumst eftir að sjá þig þá eftir svona cirka 2 vikur, reynum að ná þér á 2 og sesti. Kæra þakkir fyrir spjallið. Takk fyrir mig. Og áframgöngu við göttuna, hlustendur og áhorfendur, nýrkafli eftir andartak, ekki fyrir langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.